Leikfélag Keflavíkur kynnir. Hvað gerir taugaskurðlæknir þegar hann kemst að því að hann eigi son á mikilvægasta degi hans á ferðin? Af hverju Grettir sig? Hvað ætli konan að segja? Hvað Páll Óskar að gera þarna? Hver Loftur? Þetta og svo miklu meira. Beint í æð, sýnt í Frumleikhúsinu. Miðasala á tix.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, vikulegan þátt frá sjónvarpi Víkurfrétta. Viðfangsefni okkar í þættinum eru ólík. Við hittum smíðakennara í Keflavík sem teiknar skopmyndir á hverjum degi. Þá setjumst við niður með forseta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem satt sinn 300. fund nýlega. Eitthvað smá meira en við byrjum á Ásdísi Erlu smíðakennara en hún ákvað á 13. að teikna 100 skopmyndir. Ásdís, það eru misjafn verkefni sem að mannfólki tekur sig fyrir hendur svona og þú fórst í eitthvað mynda átak. Viltu segja okkur aðeins frá þessu? Já, ég ákvað núna áramótin að setja sem áskorun á sjálf á mig að teikna 100 myndir á dag og ein mynd á dag og ég er teiknari en það hefur setið svolítið á hakanum hjá mér. Ég hef verið í mörgu öðru, ég er í smíðakennslu, ég er í búningasaum og þannig að teikningin hún hefur setið svolítið á hakanum. Þannig að þetta var svona aðalega bara fyrir mig að taka upp blýantinn og teikniblokkina, hafa í sófanum og setjast niður og teikna. Þannig að þú ert vanalega með hamarinn og sauginn á lofti sem smíðakennari í Myllubakkaskóla í Keflavík. Já, það passar. En myndmenntakennari? Já, ég er myndmenntakennari að mennta en starfaði í smíðakennsluna. Þannig að mér fannst þetta einhvern veginn svona, ég vildi gera meira af þessu og ákvað bara að setja þessa áskorun á sjálf á mig. Fólk setur alls konar áskoranir á nýja ári. En Og þú ert að sýna myndirnar á samfélagsmiðlinum Instagram, eða ekki? Já. Og þegar við erum að hitta þá ertu búin með 35 myndir. Já. Hvað var þetta svona bara 65 eftir? Já, var þetta nýjárs átak eitthvað bara, þú byrjar á 13. Já, ég byrjaði á 13. Já, ég bara var búin að hugsa þetta, svo ég sagði, já, ég ætla bara að gera þetta. Ég sagði við dóttur mína, ekki bara hafa þetta í janúar. Nei, það nú kannski bara svolítið stutt að hafa þetta bara. En ég á mynd 35 og 65 eftir. En það kom eiginlega svona í framhaldinu að setja þetta á Instagram. Það var aðalega fyrir mig að birta þær fyrir mig svo ég gerði þetta. Smá pressa. Já, það er smá pressa og þannig að ég gæti ekki verið að safna upp nokkrum myndum. Nú, ég er búinn að skoða þessar myndir hérna, þetta er svakalega skemmtilegt og ég ætla nú bara að byrja á myndinni þegar við erum hjá þér, þú veist, 8. febrúar sem þegar við erum að hitta, það var það í gær. Og það er mánudagsmorgunum að frekar kósí þar til þú mættir óþolandi gæjanum á kaffistofunni og hann ertu búinn að skrá þig í lífslaupið? Já. Þannig að, hvernig færðu hugmyndirnar? Sko, já, þetta er líka, mér finnst svolítið gott að reyna að sjá svona húmorinn í hversdagsleikanum á síðustu og vestu. Ég hef alltaf verið mér finnst gaman að teikna manneskjur, svipbrigði. Og myndunum er eitthvað að gerast og þetta er mómenti þegar nú snýst allt lífslaupið í vinnunni og allir og það er alltaf bara ertu búin að skrá inn í lífslaupið og þú veist í hvaða sæti eru við og allt þetta. Þannig að þetta er skemmtilegi gaurinn á kaffistofunni sem að ýta eftir fólki að skrá inn. Já, akkurat. En allt auðvitað í kaltæðinni líka. Já, akkurat. Og Siggi Hlöð fær eina mynd, skemmtileg, stelpunar í pottinum. Já. Þetta er mómenti þegar þetta í Sigga Hlöð-gírinn. Þarna er ein að hringja inn og tvær í stuði og ein heldur fyrir andliti. Það er ein svona kjánarhóllinn. Og ég er búinn að sjá hana Vilfríði á nokkrum myndum hjá þér. Hver er hún? Já, Vilfríður hún er svona karakter sem bara kom til mín. Svona lítil, hún á að vera 7 ára, svona frekjuróa sko. Og hún er komið með 2 myndir og á örugglega eftir að koma aftur. Og hún er svona, ég veit ekki hvernig hún þróast. Kannski endar hún bara í barnabóku eða eitthvað, en hún og einni myndin, já, hún er að æfa sig að ranghvolfa augunum. Já, hún vill fá frí í skólanum og er að vona að það festist svona eins og í áramótaskaupinu.
á öðrum stað hún að kvarti við því að mamma hennar baki ekki súrdeigsbrauð eins og brauð eins og... Það Vilfríður ekki góðu skapi í dag, allir í skólanum eiga mömmur sem bakar súrdeigsbrauð. Allir í skólanum eru með nýbakaðar súrdeigsbollur í nesti og hana langar í svoleiðis. Já, hana langar í súrdeigsmömmu. Það allir í COVID-inu að baka súrdeigsbrauð og þetta náttúrulega smá COVID náttúrulega, ekkert smá, það hellings-COVID í myndunum hjá þér og Já, það verður svolítið að speglast hvað að gerast hverjum degi. Já, og hér náttúrulega ertu með eitt moment, það náttúrulega þorrablótslúkkið á Zoom-tímum, það voru náttúrulega bara hægt að sína fyrir ofan mittið. Já, bara hægt að sitja við skjáinn með Keflavíkurbindið og verið í stuði og inn í skónum. Hvað gerðu þessi 2000 þorrablótsgestir sem voru í fyrra núna til dæmis? Það var eitthvað Zoom. Já. Eitthvað minni á það. Já. En náttúrulega talandi COVID, þá náttúrulega var ég ímyndað að segja, jú, það örugglega grímumyndir, jú, þú ert með, ég er búinn að sjá eitthvað grímudæmi. Það hérna ertu að fara út í tískuna, ertu að grínast, stoppátt gríma við köflótta skiptið, þú ferð ekki út svona. Þannig konan að skamma manninn, þetta gengur ekki, passar ekki saman, sko. Þannig að það auðvitað grímu tíska í gangi. Já, og hérna fyrirlestur, Zoom fyrirlestur þarmaflóruna. Það margir búin að hugsa sig alveg hún að rista hausinn yfir öllum þessum fjarfundum. Það allt á Zoom og þarna þessi, bara ég virkilega að horfa á fyrirlestur þarmaflóruna. Hérna, núna snýst allt í dag þegar við erum að taka viðtal við Pfizer, ríkisstjórnin og allt þetta og allir að hvíslast á, sko. Bara pist, hefur heyrt þetta og gríman að falla, hún með hana hér, sko. Og hún að segja henni frá bóluefninu, sko. Er þetta myndin á morgun? Þetta myndin í dag. Í dag, já. Og ég ætla að hafa hana af því að þessi fundur sem allir býða eftir sem verður kannski ekki dúr. Þess vegna langar mig að hafa hana í dag, en þetta endurspeglir svolítið hvað að gerast. Eins og hér, þetta þegar Biden tekur við, 20. janúar. Já, og þetta forseta skiptin í Bandaríkjunum. Já, þannig að og vinsalasta lag síðustu vikuna, Rólegur kúreki. Já. Sjálfsögðu ertu með eina mynd það. Já, þetta svona bara, maður elskar þetta lag en samt hatar það eiginlega því að það alltaf verið að spila og maður með það á heilanum allan daginn. En hvað, og þetta byrjaði sem sagt á 13. Já. Jólin búin. Já. Og þú ert með spritt í staupinu. Í staupinu, já. Það er vel við hæfi. Hún með grímu og spritt í staupi. Já. En gæti maður ekki panta mynd hjá þér? Ég hef nú fengið smá fyrirspurnir á Instagram, sko. Hvað ætlarðu svo að gera? Ætlarðu ekki að gefa þetta út eða ég veit ekkert hvað verður úr þessu. Þetta er bara, ég hef nýlega búin að setja þetta inn í möppu. Þetta var allt eitthvað bara í einhverju kaosi hjá mér, þannig að ég sagði, nei, ég verður nú eitthvað. En þú myndar það og setur þetta í tölvuna eða í síman eða? Já, þetta er bara óskup einfalt. Ég binda þetta bara og set textan inn núna í myndvinnsluforriti. Þannig að áður en ég setja á Instagram. Þannig að álíka myndirnar ekki með text á. Til þess að vinna kannski eitthvað frekar að ég vil seinna. Þetta er bara svona áhugaverkefni sem ég veit ekki hvað. En langaði ekkert að ná þér í teiknikennsluna í Myllubakaskóla sem þú ert í smíðinni, er allt hægt? Og þú ert að kenna eitthvað meira? Nei, ég er bara í smíðinni. Í smíðinni? Já, og ég elska að kenna smíði. Ég er bara, þú veist, mér finnst það eiginlega skemmtilegra en myndmyndakennslan, sko, sem ég var í því ég kenndi, en þú veist, það er svo fjölbreytt. En Ég fór nú gegnum Myllubakaskóla, en þetta voru svolítið svona stálpaði kallar alltaf með hamarann og loftu að kenna okkur að smíða. Já. Ég held að séu bara... konur á besta aldri. Ég held að séu bara, fleiri konur í þessu í dag. Já. Og eru krakkarnir ánægðir í smíði? Þau eru það. Og ég mátti bara, þegar ég kom, mátti ég poppa upp aðeins. Það var ennþá verið að gera náttúrulega kaffipókana, ég var búin að gera í 30 ár og svona. Þannig ég fikk alveg frjálsar hendur með að
Þannig að við erum að gera standa undir símana og reyna að færa þetta aðeins í nútíman. Ok, undir farsímana? Já, og iPadana. Og iPadana, þannig að krakkarnir getur notað þetta? Já, þannig að bara, færa þetta í nútíman til þess að þau geti nota. Já, og hvað aldur þetta sem þú ert að kenna? Ég er að kenna alveg frá öðrum bekk og upp í val í 10. En svo ég með líka valgreinar í skiltagerð og alls konar. En maðurinn lögga, ég hef ekki séð neitt löggubrandara, hann ekkert á leiðinni eða? Já, það fer að koma því. Það fer að koma því. Og það búin að bíða eftir góðu tækifæri? Já, akkurat. Golfhermar eru vinsæl tæki hjá kylfingum landsins og nýlega var slíkt tæki af nýjustu gerð sett upp í húsnæði bílaútsölunar í Reykjanesbæ. Margeir Vilhjálmsson er golfkennari og kylfingur og rekur herminn sem hefur fengið frábærar viðtökur hjá kylfingum á Suðurnesjum. Hér er útgáfa af heimsókn okkar þangað en meira það í næstu viku. Þið eru að opna hérna í Reykjanesbæ við gamla svokallað aðalhliðið inn á gamla Keflavíkur flugvöll. Þannig að Suðurnesjumenn ánægðir að vera komnir með nýjustu gerð af hermi? Já, það er bara frábært, þeir hafa tekið mjög vel og við erum rosalega ánægðir með viðbrögðin sem við höfum fengið, mjög þakklátir fyrir það og fólki finnst gaman að koma hingað. Þannig að sérðu hermana fyrir þér notaða yfir sumartíma jafnvel líka þá til æfinga eða kennslu? Já, bæði æfinga og kennslu sérstaklega og svo náttúrulega er fínt að koma í þetta líka bara þeir er leiðilegt sumarveður. En svo líka það mjög gott að kenna í hermi, finnst mér. Það svona öðruvísi svolítið afslappaðara andrúmsloft og hægt að vinna í svona meiri tækniatriðum með kylfingnum bara honum sjálfum sveiflunni. En fólk sem kemur inn í kennslu finnst það frábært og þetta bara svona, já, og við erum mjög ánægðir með hvernig tekist við til allavega með þetta rými. Við settum mikið pening í að það púttflöt, alvöru púttflöt. Og þannig að þú getur komið og æft í rauninni allar hluti golfleiksins. Fullbúnar 3 og 4 herbergja íbúðir í nýbyggingu með gólfefnum og eldhústækjum að Dalsbraut 6 í Reykjanesbæ. Verð frá 32,9 milljónum króna. Nýjar íbúðir sem uppfylla skilyrði hlutdeildarlán. Eignasala.is Reykjanesbæ. Guðbrandur Einarsson, forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, hefur verið duglegur bæjarfulltrúi síðustu 20 árin og hann sat sinn 300. fund 2. febrúar. Guðbrandur forseti bæjarstjórnar og hefur verið í framlínu meirihluta bæjarstjórnar síðan 2014 en fram að því hafði hann verið í minnihluta. 300 fundir í bæjarstjórn, það nú eitthvað. Það svolítið. Já. En ég verð að byrja bara á óska til hamingju með það. Og svo bara fyrsta spurningin, einhver fundur sem eftirminnilegastur og kannski til viðbótar og að svara þessu ánægjulegastur? Mér fannst alltaf rosalega gaman að mæta með fyrsta bæjarstjórnarfund. Blautur á bak við eyrun? Blautur á bak við eyrun, en þó það óþroskaður að ég stökk beint upp í pontu og tjáði mig á þessu fundi. Ég hef nú komist yfir fundagerðina, ég sé að ég hef tekið 2 til máls á þessum fundi og hann situr auðvitað í hausnum á manni þessi fundur og svo sem bara upphafi af því sem gerðist í framhaldinu. Manstu hvað það var sem þú varst að tjáðu? Ég var eitthvað að rífast höfnina og fjárhagsstöðu hafnarinnar og þá satt ég nú líka í fjölskyldu- og félagsmálaráði og hafði svo sem skoðanir á velferðarmálum líka. En auðvitað hafa margir fundir verið skemmtilegir og mér finnst nú kannski fundirnir þar sem við vorum að kveðja einhverja hafa haft mestu tilfinningaáhrifin á mann. En fyrir mig
eru átakafundirnir alltaf skemmtilegastir þegar við erum að takast á einhverja hugmyndafræði og velta fyrir okkur á hvað leið við erum og hvert við viljum fara. Og þeir hafa verið mýmargir í gegnum tíðina sem hafa verið þannig. En mér finnst bara yfir höfuð skemmtilegt að mæta bæjarstjórnarfundi. Finnst þér hlutverk bæjarfulltrúans hafa breyst mikið á þessum árum? Þetta eru hvað? Þú ert þarna fyrst 2001 eða ekki? Þetta eru 20 ár? Já. Jú, að nokkru leyti hefur þetta breyst. Sko, ég held svona í grunninn hafi þetta ekki mikið breyst. Við erum auðvitað, berum ábyrgð á þessari samfélagslegu þjónustu. Það sem hefur kannski breyst að verkefnin eru fleiri og við þurfum kannski að sér á okkur meira á ýmsum sviðum en í grunninn erum við svona alltaf að horfa á sömu hlutina að reyna að reka þetta sveitarfélag eins og manneskjur og láta hlutina ganga upp. Þannig að því leytinu til hefur þetta ekki breyst en við þurfum held ég meiri tíma í dag til þess að ná utan þetta og mennta okkur í að vera bæjarfulltrúar raun og veru. Hefur á tilfinninguna að sé jafnmikil ásókn getum við sagt í að verða bæjarfulltrúi núna? Það eru kosningar til dæmis á næsta ári. Hefur þetta eitthvað breyst á miði við ef þú lítur eitthvað tilbaka? Hvað það varðar? Áhuga fólks að taka þátt í rekstri að stýra bæjarfélaginu? Já, ég held að áhugi almennt á pólitík hafi minnkað. Kannski bara vegna þess að það ýmislegt fleira í dag sem að fólk hefur völ á að gera. Í gamla daga var svo sem bara hægt að fara í bíó og pólitíska fundi. En nú getum við gert svo margt annað og ég held að ungt fólk, sko ég var sjálfur farin að velta fyrir mig pólitík bara 13-14 ára að rífast við Pétur Gaut hérna í skólunum sko. En ég held að þetta sé ekki þannig í dag og ég finn það alveg að maður þarf stundum bara að toga í fólk til að fá það til þess að taka þátt í pólitísku vafstri af því að þú ert líka svolítið að setja þig bara í skotlínuna þegar það hefur gefið veiðilega á þig og þú þarft að brynja þig svolítið fyrir því og ég held að það sé ekkert mjög margir sem að séu tilbúnir í þann slag. Já, það er nokkuð mikið vita það að þið náðu árangri eftir 2014, tók ykkur nokkur ár að rétta af mikinn fjárhagshalla í Reykjanesbæ. Þannig ég ætla kannski ekkert að spyrja það mikið út í það. En nú var þetta COVID-19 mætti sem að hefur, það er annað högg sem að í rauninni þið eruð að díla við. Hvernig hefur þetta, hvernig birtist þetta ykkur í rekstri sveitarfélagsins? Sko, auðvitað, eins og þú segir, sko, 2014 var ástandið mjög alvarlegt. Og ef að COVID verður í einhvern lengri tíma, verður ástandið auðvitað alvarlegt. En ég held að sveitarfélagið Reykjanesbær hafi verið ágætlega sett þegar að COVID skellur á. Við erum búin að vera að safna eigið fé. Þannig að reksturinn hefur verið jákvæður núna mörg undanfarin ár og það hefur gert að verkum að við vorum með sterka eiginfjárstöðu fyrir COVID. Við erum ekkert farin að taka lán eins og mörg önnur sveitarfélag hafa þurft að gera og við erum það er alveg viðbúið en það er sko ef að COVID varir í mörg ár þá auðvitað fer að halla á verri hliðina en eins og staðan er núna þá er allt útlit fyrir að við stöndum þetta bara af okkur og mér sýnist núna með við tölurnar af stöðunni eftir árið 2020 þá sé staðan betri heldur við vorum óttuðust. Þannig að við vorum að gera ráð fyrir hugsanlega sko milljarði mínus á síðasta ári en sú staða verður önnur og betri. Þannig að ég held að sveitarfélagið okkar komist alveg ágætlega í gegnum þetta vegna þess að við höfum bara svolítið haldið vel á spöðunum, menn voru búin að safna svolítið peningum í kisturnar og þeir fjármunir geta verið nýttir til þess að reka sveitafélagið á þessum erfiðleika tíma. Langar að spyrja það út í sameiningu. Reykjanesbær var til með sameiningu Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna, 3 misstórra sveitafélaga. Var þetta gæfuspor? Þetta er 1994, þetta var langt síðan, 27 ár síðan. Já, þetta eru
Ja, fyrir mér þetta mikið gæðspor og ég myndi gjarnan vilja sjá bara Suðurnesin sem eitt stórt og sterkt sveitafélag. Af því að stór eining, sko, við erum alla daga að glíma við ríkisvaldið hvað til í hverjum og hver á að borga hvað. Og við erum svolítið bara undir hælnum á ríkisvaldinu af því að við vitum aldrei nákvæmlega hver framlög ríkisins eru til þeirra hluta sem ríkið ber ábyrgð á svæðinu. Þannig að ég myndi telja að sameinuð væri við miklu sterkar í þessum átökum. Fyrir utan bara þann sparnað sem að ég sé við sameiningu sveitafélaga. Við erum með 4 bæjarstjóra, við erum væntanlega með á milli 30-40 bæjarfulltrúa. Allir við séum ekki með á annað 100 nefndarmenn. Og svo erum við með svona stóðdeildir eins og fræðslusvið og velferðarsvið og stjórnsýslusvið. Og þetta kostar alveg gigantíska fjármuni. Bara ef ég nefni, við erum að eyða hér í fræðslumál eitthvað staðar í kringu 9 milljarða á hverju ári. Við erum að eyða í velferðarsviðið sko í kringu 2 milljarða. Í stjórnsýslusviðið einhverja 500 milljónir. Þannig ég bara búin að nefna sko 12 milljarða og ef við getum sparað sko 10% með því að samreka fræðslusviðin í öllum sveitafélögunum, velferðarsviðin. Bara við getum sparað þá varum við strax komið með 1 milljarð, sérðu. Og það eru 1000 milljónir. Við getum gert ýmislegt fyrir slíka hluti. Þannig að ég held að því stærri sem við erum, því sterkari verðum við. Svona kannski bara aðeins hvað ég að segja, svona ímynd Reykjanesbæjar og Suðurnesja í heild, hún hefur svona verið svona misgóð, samt stöðu íbúafjölgun, fólk vill koma hingað en þó að svona kannski bursi frá kófinu, það sem að atvinnuleysi út af því. Ef við ítum því aðeins til hliðar stund, þá var gríðarleg íbúafjölgun í Reykjanesbæ og öllum sveitafélögunum á Suðurnesjum fram að kófi. Já, og það ennþá íbúafjölgun. Það hefur orðið fækkun í Hafnarfirði. En fjölgun hér suður með sjó og það segir okkur eitthvað. Þrátt fyrir að við höfum stundum verið að berjast við ímyndavanda og það auðvitað svona áföll eins og COVID og að mikið atvinnuleysi, það hefur auðvitað haft áhrif. En ég held samt sem áður að ímyndin okkar sé bara alls ekkert slæm. Ég held að fólk meti það eljunni í okkur og þrautseguna að við gefumst ekkert upp, við höldum bara áfram. Og ég held að við höfum bara þora að segja það, við erum bara góð í því sem við erum að gera. Við hér hafa bara dunið yfir áföll og við höfum bara, okkur hefur tekist að sigrast á þeim og við skulum bara halda áfram á þeirri vegferð og standa bara keik, við þurfum ekkert að vera neina minnumáttakent. Þannig að það ástæða fyrir að fólk flytur hingað. Það metur eitthvað í fari okkar sem að það telur að það sé jákvætt og ég held að við höfum bara vera ánægð með það. Ég ber enga minnumáttakent gagnvart öðrum svæðum, bara þó að einhverjir telji að hér sé grátt og ljótt, þá finnst mér þetta bara fallegu steinarnir mínir hérna í kringum okkur að vera bara fínir og hér vil ég bara vera. Þjónusta í skólum og félagsleg þjónusta og annað, húsnæðisverð aðeins lægra, það margt jákvætt. Það allt hér sem að við þurfum á að halda. Þannig að við þurfum ekkert að leita neitt út fyrir þetta svæð okkar til þess að fá þarfum okkar fullnægt. Stuttir ekki að höfuðborgarsvæði? Já, en við erum hér með leikhús og við erum með bíó og við erum með veitingastæði og við erum með stórmarkaði. Hér allt. Og við erum bara með gott mannlíf. Við erum hér að halda tónleika og hafa gaman, þannig að ég held að við getum bara að vera ánægð með samfélagi okkar. Sveitarstjórnarkosningar eftir rétt rúmt ár, ertu eitthvað farin að hugsa til þeirra? Já. Það ekki ráðnemi tíma sem tekið, það er að dynja okkur tvennar kosningar núna. Bæði alþingiskosningar í haust og hálfu ári seinna sveitarstjórnarkosningar, þannig að
það er að gera að fara að velta þessu fyrir sér og ég held að mörg okkar séu farin að velta fyrir sér hvað þau vilji gera í framhaldinu. Þannig að já, ég er farin að velta því fyrir mér. Eitthvað sem þú vilt segja okkur? Gætir hugsað að vera áfram? Já, ég get alveg hugsað mér að vera áfram. Sko, að því að ég líta á það bara sem fínasta hlutskipti að fá að starfa að bæjarmálum og að vinna því að reyna að bæta samfélagi okkar. En það er svo sem hægt að gera það á margan hátt, hvort sem það er í bæjarstjórn eða einhvern veginn öðru síðan. Þannig að ég hef alltaf verið tilbúin bara til að skoða þau verkefni sem að koma upp í fangið á mér og ég verð bara að meta það hverju sinni. Og á lokum, það er náttúrulega að þú talar Alþingi, þú og nú eitthvað, þitt nafn hefur komið upp hjá Viðreisn, hvort þú ætlar að bjóða þig fram til þings í Suðurkjördæmi? Já. Það hugsa það? Það hefur verið nefnt, en það er svo sem engin ákvörðun verið tekin í því. Í blaðinu ykkar Víkurfréttum er verið að auglýsa á baksíðu, eða Viðreisn að auglýsa á baksíðu eftir fólki, áhugasömu fólki sem vill starfa með Viðreisn og hefur áhuga að fara á lista og umsóknarfrestur til 25. Þú hefur tíma? Ég hef tíma til að skoða það og Alþingi er spennandi? Alþingi er auðvitað spennandi, vettfangur og ég held að saga mín og það sem ég hef verið að gera í gegnum tíðina gerir það svo sem að verkum að ég er alveg hæfur í það að fara inn á þann vettvang eins og sveitarstjórnarmáli. Ég er búinn að vera í rúm 20 ári innan verkfallshreyfingarinnar. Ég er búinn að vera í bæjarstjórn eins og þú segir í 20 ár og ég hef verið sem framkvæmdastjóri og ég hef verið sem kennari og verslunarstjóri. Þannig að ég hef bara margháttaða reynslu sem að getur nýst þarna alveg eins og í sveitarstjórnarmálum. En tíminn verður bara að leiða þetta í ljós. Ég er til í hvað sem er. Glæsilegt. Takk fyrir spjallið og gangið vel. Takk sömuleiðis. Þá er þetta verið gott að þessu sinni hjá okkur. Við viljum vekja athygli á og nokkrum öðrum fjölmiðlum hjá okkur á Víkurfréttum. Við gefum út vikulegt fréttablað sem dreift er ókeypis á Suðurnesjum og á netinu. Við birtum fréttir og margvíslega umfjöllun og birtum daglega á Víkurfréttavefnum baff.is og sömuleiðis golffréttir á golfvefnum kylfingur.is. Við sjáumst í næstu viku. Verið sæl.